Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 5. maí er 5. sunnudagur eftir páska og hinn almenni bænadagur. Í leksíunni stendur: Í öndverðu grundvallaðir þú jörðina og himinin er verk handa þinna. Þau munu líða undir lok en þú varir. Í pistlinu stendur: Trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og í Guðspjallinu segir Jesús: Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman: Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guðspjallið er úr Jóhannesi og 14. kafla. Sannlega, sannlega segi ég ykkur, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem að ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðurins, og hvers sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo faðirinn vegsamist í syninum. Ef þið biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, í dag er hinn almenni bænadagur og þá beinist hugur minn að bænum og bænheyslu. Hver á ekki óskir og væntingar í hjarta sér eða þekkir einhvern sem er í vanda og þarf á hjálp að halda. Við eigum öll óskir og væntingar en þegar við beinum þessum beinum til Guðs þá heita það bænir. Sumar eru sagðar upphátt, jafnvel hrópaðar. Aðrar eru hvíslaðar eða sagðar í hljóði. Í gegnum bænina á hver og einn persónlegt samband við Guð, traust og einlægt vinarsamband sem rofnar ekki sama hvað á dynur. Bænin huggar eins og ljóðið segir: Bænar ég bið og andan Guð styrkir. Lifnar þá við, kraftar hans virkir. Bænin er kraftur, ég bið hana aftur, þá lýsast upp dagarnir myrkir. Í margir ritningarstaðir fullviss okkur að við getum treyst á bænina og þetta samband við Guð. Jesús sagði: Hvað sem þið biðjið í mínu nafni, mun hann, það er Guð, veita ykkur. En Jesús bætti við: Hingað til hafið þið ekki beðið í mínu nafni. Biðjið og þið munuð öðlast, svo fögnuður ykkar verði fullkomin. Ég hefði geta bætt nafninu mínu inn í þetta vers fyrir nokkrum árum og lesið eins og Jesús hefði sagt: Hingað til hefur þú, Bryndís, ekki beðið neitt í mínu nafni. Hér áður fyrr bað ég Guð aldrei neitt. Það var eins og ég hefði þá hugmynd að ég þyrfti að vera í lífshættu til þess að ég færi að ónáða Guð, því ég vissi ekki að ég væri dýrmæt í augum hans. Þess vegna lét ég lítið fara fyrir mér gagnvart Guði og sambandi við hann var í raun og veru aðeins í gegnum faðirvorið. Nú gæti einhver hugsað: Nægir það ekki? Þetta er bænin sem að Jesús kenndi lærisveinum sínum og þessi bæn inniheldur allt. Jú, bænin stendur fyrir sínu, en með persónulegri bæn færumst við nær Guði. Það skapast vinarsamband. Guð skapa okkur ólík og þegar við biðjum við á ólíkan hátt. En hvernig sem bænirnar eru sagðar, þá heyrir Guð þær. Og hvernig sem þær eru orðaðar, þá skilur Guð þær. Og ef við vitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að biðja, þá veit Guð hvers við þörfnumst. Eins og við vitum, þá er eitt að óska sér einhvers, biðja eitthvað eða þarfnast einhvers. Kannski hafði ég óafvitandi sett þessi viðmið á mínar bænir forðum daga og haldið að Guð svari aðeins í ýtrustu neyð. En þannig er það ekki. Í Filippíbréfinu stendur: Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum kunnar óskir ykkar fyrir Guði með bæn, beiðni og þakkagjörð. Svo svarið er nei, það er hvorki kvóti, lágmarks
eða hámarkskröfur hjá Guði. Bænin þarf ekki að fara í gegnum erfiðleikapróf áður en hún er borin fram. Guð hlustar allan sólarhringinn, alla daga ársins. Og hið stórkostlega er að hver og einn fær persónulegt svar og sér hannaða lausn. Guð vill eiga persónulegt samband við okkur og í upphafi gekk hann í kveldsvalanum og var náinn vinur Adams og Evu. Og þegar hann sá manninn ekki kallaði hann, hvar ertu? Og enn kallar Guð, hvar ertu? Hverf aftur til mín. Þegar þið ákallið mig og komið og beðið til mín, mun ég bænheyra ykkur. Ef þið leitið mín, munu þið finna mig. Þegar þið leitið mín af öllu hjarta, læt ég ykkur finna mig, segir Drottinn. Bænin treystir sambandi við Guð, samband sem er gagnkvæmt eins og persónlegt samtal tveggja vina. En Guð veit hvað er best fyrir okkur og veit hvaða þarfir við höfum og svarar aðeins á þann veg að það leiði til góðs. Svo stundum nægir bænastundin til að gefa hugarró og svo eiga mál tilhneigingu til að leysast á einfaldan hátt. Já, þökkum Guði fyrir það. Jesús baðst fyrir þó hann væri Guð og hann kenndi lærisveinum sínum bænina Faðir vor. Hann sagði þeim að fara afsíðis og loka á eftir sér. Ekki til að fela að þeir væru að biðja, heldur til að verða ekki fyrir truflun, leyfa hjartanu að tala við Guð, svo stundin verði að gæða stund. Hann sagði, komið til mín, öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veit ykkur hvíld. Ekkert er eins slítandi og stöðugar áhyggjur, stöðugar erjur, ósætti og illindi. Allt þetta kemur frá hinu illa. Og hið illa hamrar á hinu góða. Jesús benti fariseuunum á þetta þegar þeir sökuðu hann að hafa illan anda. Þá sagði hann, ríki hins illa er ekki sjálfu sér sundurþykkt. Það er, hið illa berst ekki á móti hinu illa. Hið illa í þessum heimi sameinast að berjast gegn hinu góða. Og aðeins Guð er góður, það er góða aflið í þessum heimi. En hið illa á sér margar birtingamyndir og er oft lýst eins og flagði undir fögru skinni eða úlfi í sauðagæru. Þetta eru öfl sem skref fyrir skref leiða menn frá Guði. Bænin er sterkur mótleikur í þannig aðstæðum sem við finnum verulega fyrir vanmætti okkar og finnast öll sund lokuð. En Guð mun finna leið til lausnar og hér kemur bænin sterk inn. Hún styrkir og viðheldur sambandinu við Guð, gefur okkur von. Faðir vorið er sú bæn sem tengir kristna menn saman allan heim. Það er bænin sem fær söfnuðinn til að taka undir, því að þetta er bænin sem við eigum saman. Og Jesús sagði að við ættum að nota hana óspart, biðjið án afláts, verið staðföst í trúnni, þreytist ekki að biðja. Því hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upploki verða. Sem sagt, við þurfum að taka fyrsta skrefið, rétta út hendina til Guðs og biðja hjálp. Í bæninni erum við þiggjendur, við leggjum allt fyrir Guð og bíðum úrlausnar og hann segir að svari muni koma á hagkvæmri tíð. Þó við þurfum að bíða þá er öruggt að lausnin kemur og fyrir hana þarf að þakka. Þessi þrenna er mikilvæg, bæn, beiðni og þakkagjörð. En eftir langa bið getur gleðin og léttirinn yfir bænheyslu verið svo yfirþyrmandi að menn ekki aðeins gleymi að þakka Guði, heldur taka þeir heiðurinn af honum.
En það gerði einmitt maðurinn sem var búinn að hringsóla lengi bílaplanið í leit að lausu bílastæði en fann ekkert. Uppgefinn, hrópaði hann til Guðs. Guð, ég skal hætta að drekka ef þú gefur mér laust stæði. Hann hafði varla sleppt orðinu þegar hann sá laust stæði, svo hann flýtti sér að kalla, Guð, gleymdu þessu, ég fann eitt. Það sem leysist á svo undraverðan hátt, á nákvæmlega réttum tíma, einmitt þegar við sáum enga lausn, þar Guð að verki. Það ekki tilviljun. Og Guð leysir ekki bara stóru og erfiðu málin, heldur líka þessi litlu og daglegar áskoranir sem við fáum. Því á hagkvæmri tíð og á hjálpræðisdegi erum við bænheyrð. Guð gengur ekki á bak orða sinna. Hann mun blessa okkur og veita vonaríka framtíð. Hann vill eiga persónlegt samband við okkur og sambandið í gegnum bænir, beiðni og þakkargjörð. Já, í dag hinn almenni bænadagur og ég bið fyrir kirkju Íslands og kristni á jörðu. Ég bið Guð að gefa okkur athvarf í kirkju sinni. Gefðu að kirkja þín verði kirkja friðar og griðastaða allra barna þinna. Gefðu að sannleikur og friður fylli hana. Leiðréttu söfnuðinn þegar hann villist, styð þjóna þína í baráttu og erfileikum og gefðu þeim styrk til að rata rétta veginn. Gefðu lausnir þegar sundrung verður og ósætti. Brjóttu ok harðstjóra og hindraðu allt ranglæti, svo að öll börni þín geti frjáls notið allra þeirra gæða sem þú gefur okkur. Veittu huggun þeim sem syrgja, styrk þeim sem eru ofsóttir eða í nauðum og umvefðu veika og þjáða. Gefðu okkur einingu og frið. Varðveittu heilsu okkar, Drottinn, bæði líkama og sál. Drottinn, við þökkum þér fyrir landi sem þú hefur gefið okkur og öryggi sem við njótum. Þakka þér fyrir son þinn sem frelsaði okkur og náð þína sem gefur eilíft líf. Hjálpa okkur að standa stöðug í orði þínu, nýta handleiðslu þína, varðveita trúna í hjartanu og víkja ekki af vegi þínu. Ég bið þig, Drottinn, blessaðu land okkar og þjóð, hvern og einn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.